ríkið, náttúrun og dýrin að eilífu. Amen. Góðir hálsar, velkomin í hátíðinni, þátt númer 2. Já, þetta er hátíðinni podcastin, eða hlaðvarpsþátturinn. Já. Við erum náttúrulega með alla arma úti og við erum komið menningarþáttinn hátíðinni. Við erum komið podcastið hennar hátíðinni og við erum að gera þessa tónlist og allt er þetta miðað að því að koma hugmyndur okkur saman í einhvern einn graut og leyfa einhver að fylgjast með okkur og kynnast okkur og sjá bara hvaða vision við erum með og við viljum bara pröfa allt og hugmyndin er bara óttalaus, bara taka upp, klippa, gefa út. Ég nefnilega hjó eftir mér sko síðasta spjalli á okkur hérna með svo skemmtileg pæling sem varst að tala um sko að vera að vinna hérna, svo bara kasta, svo bara vinna, svo bara kasta, svo bara vinna og svo bara kasta, skilur. Já, út af því að það eins og ég sagði þá líka en að þetta glata dæmi sko að maður er að vinna, kastar út og svo er maður að horfa á sko. Þeir eru ekki að fíla droppinn, við erum að breyta droppunum og áður en þú veist það þá ertu bara farin að búa til noise tónlist. Sem að sumir hafa gert, skilur. Þau bara gáðust upp bara á forminu og sögðu bara, veistu það? Ég ætla bara að gera háa. I wanna see the world burn. Eða ekki, skilur. Hver veit, sko. Já, sko, fyrsti þáttur, þá vorum við svona svolítið að kynna okkur og vorum að fara yfir bara mission statementið okkar, skilur. Hvað sem við erum að koma, hvað við erum að gera í dag, hvernig við kynnumst, hvert við erum að stefna, hvað er markmiðið okkar, skilur, og markmiðið er náttúrulega bara mjög einfalt. Við viljum uppörva líðinn í það að gera einhverja stórmerkilega hluti. Bara það sem að sálin þín kallar á að gera, fylgdu því og fáðu helst Guð með þér í lið að gera það, af því að einn getur það ekki, skilur. Nei, við erum svolítið að fara í það lífið er, þótt maður upplifir svo oft einan, sko, þá er maður það ekki. Og maður einhvern veginn kemst ekki langt, sko, án þess að fá hjálp og hjálpin sem klikkar einhvern veginn aldrei er þessi æðri máttur, eða Guð, eins og við skilgreinum hann. Og það er svo mikilvægt að finna þennan sannleika sem er innra með okkur. Og bara, þú veist, það er eitthvað, þú veist, þetta er einhvern veginn ekki, ég upplifa það einhvern veginn ekki eins og maður, just, í fyrstu var ég að upplifa það eins og ég væri að leita að því, en síðan því ég fann hann, þá einhvern veginn upplifir maður það eins og maður sé að muna eftir einhverju. Ég man að þetta er eitthvað, það er eitthvað dýpra inn í mér, það er einhver tenging, það er einhver orka, það er einhver kraftur sem að ég er að tengja við og ég er að muna, skilur, og það meikar allt fyrir að meika sens, skilur. Einmitt. Þetta er einhvern veginn ekki svona ég að kaupa hugmyndir eins og það er stundum í byrjun, sko, sem er mjög egocentrist, skilur, bara hérna veg og meta, skilur, kosti og galla og allt það. En svo allt í einu bara eitthvað, kemur bara moment þegar þú ert búin að vera að kryfja þetta og keyra þetta áfram að þá bara einhvern veginn svona, manstu, þetta er það sem ég er. Og síðan dettur maður inn og út í því, skilur, maður er mismikið þar, sko. Ég heyrði ótrúlega góða setningu sem að lýsir þessu svolítið vel, sko, daginn. Að þetta snýst ekki að leita af ástinni og kærleikanum. Þetta snýst það að finna það innra með þér sem að er búið að vera blokkan allan tíman, skilur. Að blokka kærleikann. Já. Já, einmitt. En ég nefnilega einmitt talandi það að því að núna í síðasta þætti þá fórum við að tölum tíðnisskalan og þú veist, allar lágu tíðnirnar eru byggðar á einhvers konar 8, þú veist, og skömm var lægsta tíðnin og svo þegar komin upp í háu tíðnirnar, þær eru allar byggðar á einhverjum bara sjúkum kærleika, skilur. Og æðsta tíðnin er uppljómun. Og þá fór ég einmitt að hugsa, sko, að því ég las bók eftir Neil Donald Waltz, sem heitir Samræði við Guð. Já. Og þetta er þegar ég var svona að kynnast Guði og var að spekulera mikið í Guði og leita á honum og las þessa bók og þetta er ógeðslega fallega að skrifa bók og þessi bók er sem sagt skrifuð þannig að hann byrjar á eitthvað svona skrifi frá sjálfum sér og svo bara svona gefur hann sér rými og Guð svarar honum í gegnum pennan, skilur. Og það er psychedelic upplifun að lesa þessa bók. Já, hann vildi mitt meina að hann hafi ekki skrifað hana. Já, nákvæmlega. Þetta hafi bara komið að ofan, leiddur, pennin var leiddur, hann fór í þetta svo kallað flow state. Já. Sem er, já.
Það viljum við vera. En já, að hann sem sagt í einum af þessum svona hugrenningum þegar Guð sem sagt að útskýra allan heiminn, þá talar hann það að ef þú njörvar niður allar forsendur fyrir öllu, þá eru þær í raun og veru bara tvær. Og það ótti eða ást. Og sem dæmi þetta, segjum sem svo að einhver særi þig, einhver segi eitthvað ljótt við þig eða eitthvað sem hittir á okkur að taug hjá þér og þú verður reiður. Hvort ertu reiður út frá ótta eða ást? Ótta. Já, af því að þú ert hræddur að þú verðir minni, skilurðu. En svo, talandi sömu tilfinningu, reiði, ef að einhver myndi kýla mig við hliðina á þér og þú myndi verða reiður, skilurðu. Ertu þá reiður út frá ótta eða ást? Já, það mjög líklega ást þetta, skilur. Já, en líka síðan ótta, skilur. Já, að það kom eitthvað fyrir þig, Já, af því að ef við elskum, en það er ótti að það kom eitthvað fyrir þig, já, sem þá í rauninni, ef við krifjum það, þá það út frá ást, skilur. Akkurat. Það ekki ótti. Já, og svo þetta svo skemmtilega sett upp, sko, að því þetta svona eins og yin og yangið, af því að við elskum óttan. Við elskum hann, skilur. Við förum í rússíbana, við förum á hryllingsmyndir og okkur svona dót. En svo óttust við líka ástina, skilur. Og þannig að þetta bara eilíf, bara svona hringiða af þessum tveimur forsendum, skilur. En þá það einhvern veginn svona sem að vaknar innra með manni þegar maður áttar sig á þessu, þá ferðu enn og aftur þetta val, skilur. Það hvort það ætlar að lifa samkvæmt þessum ótta eða lifa samkvæmt ástinu og kærleikanum innan með þér. Og mér langaði einmitt svona kannski að dýfa aðeins fyrst inn í óttan og ég með svona nokkrar spurningar og hérna kem ég með, hvað erum við eða höfum við verið hræddir við yfir árin? Hvað hefur verið hræddir við? Hvað hefur að hafa hann podcast á langan, skilur? En no battery á vélunni. Það var 19 tímar á mikrofónunum. Ég held að rétt dugi. Nei, það bara allt. Ég búið að vera hræddur við allt, sko. Það ekki fyrir bara... Ég var það hræddur að ég leitaði í deyfingu, sko. Ótti eitthvað sem hefur stýrt öllu mínu lífi. Ég hef oft lýst í þannig að ég fór og byrjaði að nota efni, fíkniefni og áfengi til þess að flýja en að nota eða til þess að reyna að til þess að lifa lífinu mínu án óttans, skilur til þess að reyna að komast undan honum. Og ég til dæmis var bara hræddur við svona hvað heitir það, samfélagslegar aðstæður, skilur bara að tala og tjá mig og eitthvað, skilur. Ég var hræddur við að vera í margmenni, tjá skoðanir mínar. Ég var mjög hræddur við að vera hafnað og alls konar svona, sko. Þannig að það stýrði svo mikið í lífinu mínu og þegar ég man eftir því, skilur, mér langaði oft að vera með svona, strákunum þeir voru að gera eitthvað, skilur, en gleymdi leið og ég vissi að þeir var að fara að gera eitthvað að sér, skilur, springa ykkur á ruslatunni eða hvað það var, skilur, ég bara gleymdi því, sko, bara ég þarf að mamma er að hringja eða eitthvað, skilur, hæpa mig, eitthvað, farin í burtu, sko, og ekki það hefði verið sniðugt hjá mér, auðvitað það gott að ég hafi verið hræddur við það, skilur, en mér langaði að vera með og þetta bara svona ein birtingarmynd af því. Og að lifa í þessu rosa mikið fangelsi og svo þegar ég kynnist ég fyrir að drekka og fyrir að nota fíkniefni, þá losna ég undan þessum ótta og það þvílíkt frelsi sem fylgir því. En síðan kemur það náttúrulega í ljós, skilur, að það ákveðið dulið fangelsi sem ég ég einhvern veginn svona, ég að opna hurðina inn í fangelsi og svona fangelsisgarðurinn og rosalega hátt, það engin svona teljandi vandræði framundan, sko, og svo allt í einu ég bara komin í difflisuna, skilur, sem engir gluggar eru og ég skýti hóli í gólfinu, skilur, og það bara meira sem ekki það fjarri því sem gerði síðan á endanum, og óttinn var það mikill að maður komst ekki inn svona klóstið, sko, en þannig að,
það var allt miðað að því að komast undan óttanum, þessi flótti á mér. Þannig að, þú veist, já, hvað hef ég ekki verið hræddur við, sko. Og núna þegar ég er komin þú veist, orðin edrú og bara farin að lifa lífinu mínu aftur, skilur, búin að vera á þessari fallegu vegferð, að þá þurfti ég að finna einhver önnur ráð til þess að vinna með óttan. Bæði það að sætta mig við að ég er óttaslegin, skilur, það er ótti í mér, og að finna út hvernig á ég að díla við hann. Og í mínu tilfelli var besta leiðin að díla við hann var að finna Guð, skilur, og finna Guð sem hann gat leiðbent mér í gegnum það, skilur, og ég man þegar það var verið að, þetta er svo öfugsnúið í andlega heiminum, skilur, það er ekkert þú veist, ok, hvað er viltu fá svör við stórum spurningum lífsins, eitthvað annað heldur en af hverju stykkið kostar svona mikið, skilur, eða þú veist, vilt fá svör við þessu öllu saman, og þá var alltaf sagt, skilur, farðu þá inn í herbyggi, bara lokaðu að þér, slökktu ljósin, lokaðu augunum og sitt í þögninni. Og maður er bara eitthvað, þú veist, hvað meinarðu? Þú veist, en svo fór það bara að gerast að ég fór bara að fá djúpan sannleika, einhvers staðar frá, skilur. Eitthvað svona sem ég hafa bara eitthvað, ég har ekki séns að mér hafi dottið í þetta í hug, skilur. Og þá fór maður svona að hugsa bara, okay, hvað er þetta, skilur, hvaðan er þetta að koma og af hverju er þetta að virka? Og þetta var eitt af mörgum ástæðum fyrir því af hverju ég fór bara djúpt í þetta ferðalag að finna Guð, sko. Það er einmitt það, þú veist, ég bara gaf mér aldrei þennan tíma í að sitja nógu lengi með sjálfum mér til þess að heyra það sem að alheimurinn, æðri máttur, Guð hafði að segja, skilur. Og allt samfélag okkar er líka sett þannig upp, skilur. Og veist, maður er bara í stökustu vandræðum með að eiga, veist, svona rólegan tíma með sjálfum sér. Veist, það er ekkert í samfélaginu sem er að leiðbeina manni þangað nema maður er að leita sérstaklega að því bara. Hvað er í gangi, hvað er að, skilur, og þá lendir maður vonandi á þessu leiðum þar sem við verið að bjóða manni að sitja einn með sjálfum sér, sem er ógeðslega scary. Og þú veist, maður þekkir suma sem að eiga bara mjög erfitt með að vera einir, skilur. Þurfa bara að hafa fólk í kringum sig sem maður var líka lengi vel þjakaður af þessum ótta að vera einn, sko. Sko, einmitt, eftir að maður er búinn að uppgötva það að maður er hræddur, fyrst var maður náttúrulega að uppgötva það að maður er óttasleginn við hluti af því að ég var í afneitun með það að ég væri óttasleginn manneskja. Ég bara faldi það á bak við hroka, skilur, setti bringuna út og þóttist ekki vera hræddur við neitt, skilur, en var síðan bara eitthvað blístrandri strákur í myrkrinu, skilur. En eftir að við erum búin að komast að því, þá hefst einhvern veginn ferlið af því að stíga inn í óttan. Og það, þú veist, eins og hjá mér, óttinn hjá mér var rosa mikið, einmitt, ótti við álit annara, ótti við höfnun, allt þetta dót, skilur. Og þá hófst bara rosa mikil vegferð hjá mér þar sem ég fór að bara labba upp á fólki og tala við það, skilur. Og ég tók mér bara svona tímabil á þessu batafelli hjá mér þar sem að ég fór í sund einu sinni 2 í viku og ég gerði bara í því að tala við fólk í sundi, skilur. Það er reyndar alveg, það er vanmetið. Það er virkilega vanmetið, sko. Einhvern veginn sem að setja puttan sinna á púlsinn hjá fólki sem einhvern veginn á enga, sem maður er ekkert svona endilega að eiga einhverja samtöl við í daglegu lífi, skilur. Að því að sko, ég komst einhvers staðar á þessu ferli að því að óttinn er í rauninni bara eitthvað svona leiðarvísir að því hvað þú átt í raun og vera að gera. Að því að á bakvið hurðina með stæðsta drekann er stæðsti fjársjóðurinn. Og ég hef svona myndað með mér þessa kenningu í gegnum þetta ferli að það sem þú óttast mest í lífinu ertu destined til þess að þurfa að feysa. Þú getur valið að flýja, skilur, allt þitt líf, en á bakvið þennan stæðsta óttaðinn í lífinu, þar liggur tilgangurinn, skilur. Það er eins og óttinn, ég mitt upplifði þetta mjög svipað, þar sem ég áttaði mig allt í einu á
að óttinn minn var að gera mér viðvart, skilju. Það var bara verið að veifa fánanum bara, hei, þetta það sem þú þarft að vera að gera, skilju. Þú þarft að fara hingað, þarft að tækla þetta. Og skrefið til þess að taka það þegar maður búinn að vera þjakaður og undir oki óttans og hlýtt honum öll þessi ár, skilju. Þá skrefið, fyrsta skrefið, það næstum óyfirstíganlegt, skilju. Og ekki nóg með að sé óyfirstíganlegt, þá líður manni eins og maður sé bara að maður muni aldrei ná að gera það. Taka þetta skref, einmitt út af því að ég í mínum eigin mætti gat það ekki, eða virtist ekki geta það. Það var ekki fyrr en ég fór að finna þennan æðri mátt, Guð, sem að einhvern veginn stappaði í mig stálunni að gerði mér einhvern veginn, það gerðist eitthvað, þannig ég fór að taka þessi skref sem að var til þess að fyrsta skrefið inn í óttan, svo ferði inn í óttan og upplifir þetta hrikalega dæmi sem átti að vera svona hrikalegt og síðan þegar þú ert byrjaður þá allt í einu áttur bara af hverju væri svona rosalega hræddur við þetta? Eða, þetta hristir alveg við manni, skilju, en síðan þegar maður kemur niður úr þessu, sest niður og jafna sig, og þá allt í einu fer maður að finna fyrir áhrifum þess að mæta óttanum sínum. Og það magicið. Og að ná þessum skrefum og að halda áfram og að gefast ekki upp, þannig að þú finnur alltaf fyrir meira, þú finnur fyrir, ok, þetta fyrir meira. Svo verður þetta allt í einu bara orðið pínu sport, skilju, bara að fara, bara fara tala fyrir fram á þessa, tala við þennan, skilju, hjálpa þessum, segja hæ við þennan, gefa af sér, finna fyrir áhrifunum og þetta að hækka þetta, maður byggir mann upp, skilju, og maður fær þetta sjálfstraust og þetta gerist allt út af því að ég fór að mæta óttanum mínum. Ég var logandi hræddur við höfnun og taldi sjálf mig vera svolítið félagskvíðna manneskju þegar ég var að byrja edrúgönguna mína. En ég prófaði að breyta orðalaginu af því að vera félagskvíðin manneskja yfir í að vera félagsspenntur. Og til þess að feysa þennan höfnunarkvíða hjá mér, þá fann ég bara einhverja köllun bara að ofan, skilurðu. Og ég fann að Guð var bara, þú ætlar að fá þér vinnu í sölumennsku. Og núna mér hafnað 100 sinnum á dag, skilurðu. Og ég var að ærast til að byrja með, skilurðu. Trial by fire, en að gera svo vel í difflísuna með þér. Svo kemur út bara ógeðslega sterkur fyrir vikið. Það má færa rök fyrir því að það sé uppbyggjandi að vera hafnað. Að miklu liti, skilju. Og það líka bara, maður þarf að einhvern veginn að komast að þessari niðurstöðu að leggja ekki svona mikið vægi á höfnunina. Ég var svo ógeðslega tengdur, ég veit ekki, þetta hefur með að gera skoðanir annarra og svona, skilju, að einhvern veginn það að vera að hafna mínum innsta kjarna ef ég að spyrja eitthvað, eða nennir hann bara ekki að tala við mig akkurat núna, skilju. Og það kemur líka inn á hvað við getum verið ógeðslega egocentrískir, að ég sólin og það snýst allt í kringum mig. Þess vegna skipti það mér svo miklu máli hvað allir að hugsa mig út af því að það allir að hugsa mig. Og ég vil vita hvað allir að hugsa mig svo ég geti þá stýrt í eða vita það eða gert eitthvað annað. Þetta stjórnsemi, þetta minnimáttarkennd með dass af mikilmennskum brjálæði, sjálfhverfa. Allt þetta snýra því að maður einhvern veginn svona gjörsamlega bara lamaður af ótta yfir áliti annarra og veit ekkert hvernig maður á að snúa sér í þessu. Hefur ekki heyrt setninguna, eða svona orðatiltækið að á 30-aldrinum þá eyðir maður miklum tíma í að hugsa hvað öðrum finnst mann. Á 40-aldrinum þá hugsa maður ekkert mikið hvað öðrum finnst mann. Og á 50-aldrinum þá áttar maður sig á því að það var aldrei neitt að hugsa bara. Já, maður. Þetta ekki svona, fólk bara ekki, ef maður tekur bara sjálfan sér dæmi,
þú veist, ég bara aldrei að spá svona rosalega mikið í fólki, sko. Það bara ekki partur af deginum mínum. Og ef ég að gera það, þá það af kærleika. Ef ég hef eitthvað áhyggjur af einhverjum eða kom eitthvað upp á eða eitthvað skilur, eitthvað svona í þeim átt að, ég veist, aldrei hef ég gripið sjálfa mig við að bara eitthvað, sérðu þennan. Þetta nú meiri, eða eitthvað skilur, whatever skilur. Ekki eftir að við kynntumst Guði allavega. Nei, reyndar ekki. Veist, en samt sem áður ekki hinum mig, ekki svo mikið, jú, örugglega alveg hellingur hinum mig. Það er að reyna að halda einhverjum hinum. En sko, ég var nú bara freka góður. Ég var bara frekar. Ég? Nei. En já, nú erum við búin að fara að segja yfir óttan, þú veist. Óttinn bara, og var stór hluti af lífinu okkar, skilur. Og við erum búin að fara yfir einmitt bara eitthvað dæmisögu því hvað við vorum hræddir við, hvernig við höfum komist í gegnum það. Og það einhvern veginn alltaf bara markvíst, þarftu bara að stíga inn í óttan. Og með því að markvíst stíga inn í óttan, þá áttar það á því að óttinn var bara að ljúga þér allan tímann, skilur. Það sjokkið. Það heila sjokkið. Út af því að ef þú mætir óttanum og þú allt í einu situr í, skilurðu, þessum brandara. Ég hugsaði einhvern tímann bara eitthvað, það var eitthvað lítið atriði, ég var að tala fyrir framan eitthvað fólk eða eitthvað, skilurðu, og ég sett síðan aftur niður og ég var eitthvað bara, veist, þetta var nú ekki það mikið mál, sko. Þetta var svona alveg í byrjuninni. Og út af þessu litla atriði, og ég var bara, þetta var ekki mikið mál, þá hellti svona yfir mig bara eitthvað, hvað annað ég búinn að vera mikla fyrir mér þá, skilurðu. Og það var bara heill dagur sem fór í það bara, ok, oh my god, skilurðu, hvað? Ég þarf eitthvað að fara að endurskoða fullt. Þetta var þetta turning point sem ég var að tala um, það sem ég sá bara, það verið að benda mér á eitthvað hérna. Það eitthvað tækifæri hérna sem verið að benda mér á. Og viti menn að í rauninni allt sem bjargaði lífinu mínu, sem á endanum bjargaði lífinu mínu, það var eitthvað sem ég var á móti, óttaðist, vildi ekki fara í, var með skoðun á, eitthvað, fattarðu. Ég var með, það var viðmót. Og þannig að ef einhver á einhverju vegferð og að reyna að koma sér í einhvern bata og reyna að fara á eitthvað næsta stig, og fara upp einhverja tíðni, þá bara leiðin, það bara, hvað ertu að óttast, hvað finnst þér óttalegt, findu út hvernig þú getur farið og mætt þessum ótta, gert eitthvað sem tengist þessum ótta. Og þá munu undur gerast í lífinu þínu, sko. Og það væri ekkert ósniðugt að finna einhvern félaga til þess að gera það með sér, sko, gera sér ábyrgan fyrir því líka, einhvern stuðningsmann sem hann treystir, sko, og sem stappar í manni stálinu og maður búinn að segja, ég ætla að fara hérna, ég ætla að fara niður Laugaveginn og ég ætla að heilsa hérna öllum. Bara, já, ég kem með þér. Ok, ég ætla bara að heilsa 2. Ok, höfum það 3, let's go. Eitthvað þannig, það aðeins að íta á mann, sko. Stál í stál, sko. En já, en hvað með eins og ástina, þú veist? Ástin þá eiginlega öfug hliðin af þessum peningi, skilur. Þú veist að ef að þú ert búinn að finna hvað þú óttast, þú byrjar að stíga inn í það, skilur, þá allt í einu ferðu að elska að gera það, skilur, eins og að tala fyrir framan aðra. Mér finnst það ekkert eðlilega gaman í dag. Að sjálfsögðu svona inn á milli ef ég illa sofinn, svangur og eitthvað svona dót, þá finn ég þennan svona hnút í maganum, skilur. En það verða alltaf bara þetta 3, 2, 1 og svo bara go, skilur. En hvað elskum við? Hvað elskum við að gera í dag? Ég elska að skapa. Bara skapa og vera til staðar. Það einhver upplifun sem að mér skorti gríðarlega, sko, og þráði rosa mikið að vera svona þannig típa. Þótt ég reyndi mitt allra besta þegar ég var veikur, skilur, en það var bara ekki alveg, já, það var gert með, þú veist, það var eitthvað annað á bakvið það. Það var eitthvað leikrit sem ég þurfti að halda uppi og eitthvað, en að vilja genuinely bara vilja að fá að vera til staðar fyrir fólkið sitt. Þú veist, það litla gjöfin sem maður fær á því að vera heilbrigður, heill á geði, þú veist, að geta
mokað snjóinn fyrir mömmu og pappa og kíkt í kaffi til mömmu og spjalla við hana eða hjálpa vinum sínum að flytja eða bara tekið gott samtal við félaga sinn sem að gangi í gegnum einhverja krísu og þetta eitthvað sem að þetta bara hvað segir maður? Þetta ómetanlegt. Ómetanlegt, já. Algjörlega. Einmitt, að sjá sko augnaráðið í alkohólistanum sem að maður að hjálpa, bara svona lifna við þegar manneskjan fattar fattið, skilur. Fattar fattið sem ekki hægt að setja í orð nema bara undir einhvern svona rosalegum, tilfinningalegum bara umturnum, skilur. Já, ég elska að skapa, ég elska flæðisástandið það sem ég var að leita af hinum megin. Að vera í ástandi þar sem að það svolítið eins og að sé eitthvað svona örlaga spotti sem að svona fer fram fyrir sjálfa þig sem að þú þarf bara svona að gefast upp og stíga inn í og það bara hlutirnir gerast. Og ég upplifði þetta ótrúlega mikið í því að vinna með þér, skilur. Það bara, hefur verið bara síðan að við byrjuðum bara eins og flís við rass. Bara það sem að ég kem með einhverja hráa hugmynd á borðið, þú bara grípur hana, flippar henni, klippir aðeins í hana eitthvað, skilur, svo bara pingpongum við hérna á milli og það bara eftir örskamma stund komið lag, komið fallegt sköpunarverk, skilur. Og maður fer á þetta flug. Þetta bara kemst í þetta flæðist ástand á svo marga vegu og það þetta að maður gleymir stað og stund og einhvern veginn maður maður svona caught up in the wind of creation og sem svo fallegt, það svo gott að vera í flæði og maður kemst í þetta flæði þegar maður að tala, þegar maður að spjalla við einhvern, eins og bara við hérna núna getur komist í flæði maður kemst í flæði þegar maður flytur tónlistina upp á sviði maður kemst í flæði í núvitund þegar maður í hugleiðslu maður kemst í flæði bara í bæn maður kemst í flæði góðum degi með góðu fólki og einhvern veginn allt í einu svona ef maður bara í flæði með fólkinu og það allt gaman tíminn líður og maður spjalla og hlæja og hafa gaman þetta allt þetta flæði þar sem einhvern veginn allt fellur frá og þú ert bara algjörlega in the moment. Eða bara dagstæðilega lífið, þú ert að þrífa heima hjá þér með eitthvað gott podcast í gangi, skilur, þú veist þetta allt saman flæði, skrifa ritgerð, læra, ef þú kemst í, þú veist, gott són, þú ert að læra fyrir próf og okkur svona dót, það essið, skilur. Þetta einmitt sko, því að ef maður ekki að ná að komast í flæði, núna ég bara svona að hugsa uppátt, sko, þetta flæði sem ég þurfti að komast í með því að nota efni. Ég gat ekki fundið út í því hvernig ég gat komist í flæðist ástand nema að vera undir áhrifum. Eina annað dæmi sem ég komst í það var því ég var að flytja tónlistina mína eða skapa hana. En það var ekki nóg, það var bara flæði þar, skilur, mér langaði að vera í flæði alltaf og ég náði því þarna, þegar maður var að eltast við það í efnunum, þá komst maður í þetta flæði en kostnaðurinn við það gífurlegur. Já, það kemur alltaf að skulda dögum, sko. Já, þú veist það kostar peninga, það kostar tíma, en síðan kostar það á endanum vinasamböndið þín, það kostar siðferðið þitt, sjálfstraustið, sjálfsvirðinguna, þú byrjar bara að telja bara ég er ekki nógu marga hvað viltu að mér núna, skilur og ég var bara tilbúin að gefa það því að ég fann ekki neina aðra leið. Þess vegna einmitt að fá að upplifa þennan kærleika þegar maður kominn, búinn að fara á þetta andlega ferðalega, fara í þessa vinnu, skræla sjálfa sig, horfast í augu við sjálfa sig, alla sína ótta, hvað ég hræddur við og af hverju ég hræddur við það, hvað það í grunninn sem ég þarf að gera og hvernig kemst ég yfir það, þóra það ekki og hoppa yfir og byrja að fara að framkvæma, skilur, með hverjum ég, af hverju ég með þeim, skilur, hvað eru þeir að segja og af hverju þeir að segja það, hverju geta hjálpað mér, af hverju geta þeir hjálpað mér, hvernig fólk talar, hvernig ég tala, í lagi að tala svona eða hinsegin, gott að tala niður til fólks, gott að tala upp til fólks, líður mér betur ef ég, að hugsa út í það hvað ég að gera,
eitthvað sem ég hafði heldur aldrei gert. Út af því að það var einhvern veginn tekið frá mér, sko. Ég fann þessa flýtilausn og festist í henni sem gerði það verkum að ég einhvern veginn sá enga þörf fyrir því að kryfja neitt. Mér leið illa, fekk mér. Ég vildi koma til flæðisástand, fekk mér mikið. Með góðum vinum, skilur við. Og það var leiðilegt, ég fekk mér, skilur við. Það var gaman, ég fekk mér. Kvíðinn, fekk mér. Og þannig að þetta í raun og veru bara svona einhver scapegoat, sko. Já, af því að það litla trippið að átta sig á því að þetta býr allt innra með þér nú þegar. Það bara blokkarað af þessum ótta, skilur. Ég mitt fór svona að spekulera í því, þú veist, hvað það svona það stæðsta sem að heldur mér í kærleikanum, skilur, í daglegu lífi. Og það bara að iðka þakklæti. Iðka jákvætt viðhorf. Að iðka það að vera ekki á móti einhverju, heldur að vera með andstæðinni. Fattarðu hvað ég meina? Nei, býðu með andstæðinni. Segjum svo, þú veist, að ég er á móti wokeinu, skilurðu, en það sem þú ert á móti, það fær meiri kraft, skilurðu. What you resist, persist, skilurðu. Okay. En að snúa því við og vera með málfrelsi, skilurðu. Þá ertu bara að byggja upp, skilurðu. Þannig sjá þetta. En já, að helsti þátturinn í þessu öllu saman er þakklæti. Og fyrst byrjaði ég náttúrulega á því að taka þakklætisbænir á kvöldin og renndi þá yfir daginn og svona valdi hluti mitt svona sem ég er þakkláttur fyrir og til að byrja með var það rosa svona lítið eitthvað svona, já, ég er þakkláttur fyrir rúmið mitt og ég er þakkláttur fyrir að fá, þú veist, sofa ykkur staðar og allt þetta dót, skilur. Svo hægt og rólega stækka það bara yfir í bara, góði guð, takk fyrir að grípa mig þegar ég var á leiðinni í gremjuna áðan, skilur. Og takk fyrir að senda þessa mannesku akkurát á þessum tíma og það bara lyftist upp skapið af deginum mínum, skilur. Já. Já, við líka bara út af því að þakklæti, þetta er eitthvað sem ég hafði aldrei spáð í, viti menn. Eitt af öllu andlegu sem ég hafði ekki spáð í. En út af því að þakklæti, sko, ég hélt að þakklæti væri að ég væri eitthvað, ég skildi ekki alveg hvað þakklæti var, út af því ég hafði í raun og veru upplifað það í örskömmtum og hafði verið undir áhrifum í svo langa tíma að ævinni minni, þannig að þetta var allt svona pínu brenglað. En að finna fyrir þakklæti, ég fattaði það ekki, ég fann ekki fyrir þakklæti fyrr en ég fór að iðka það og síðan fékk ég einhvern veginn ekki að upplifa þakklæti fyrr en ég var búinn að iðka það í smá tíma og ég hef alltaf lýst þessu svona fyrir öllum, bara ég man bara hvar ég var að labba upp á fjalli og ég er búinn að vera að mantra við mig, ég var að byrja þarna í edrúmennskunni mín og var farin að út að labba á hverjum degi og labbaði alltaf upp á eitt fjall þarna og í allan göngutúrinni þá notaði þetta að vera þakkargerðargangan, skilju. Það var svona, ég labbaði þarna og var með þessa þakkarlista, ég fór alltaf yfir bara allt sem ég var þakklátur fyrir og þegar þú ert búin að vera að þakka fyrir þig í 20 mínútur, gaur, þá ertu farin að þakka fyrir bara að vera með þumal, skilju, fattarðu? Og þú skilur, að þú spáir í því, skilju, ok, þetta er ógeðslega sjálfsagt að vera með þumal, en þumallinn ef þú ert ekki með þumar, hugsaðu aðeins út í þetta, ef þú ert núna að hlusta á okkur hérna og ert kannski með eitthvað í hendinni, já, gleymdu því. Það væri ekkert í hendina þér núna ef þú væri ekki með þumar. Og það væri mjög ólíklegt að þú væri með síma. Hvernig ætlarðu að fara að því? Já. iPhone? Nei. Það væri eitthvað annað, a touch phone, það var eitthvað. Þannig að þá fór ég að minnka, þá fór ég að vera þakklátur fyrir hluti sem ég var bara gjörsamlega ómeðvitaður að það væri hægt að vera þakklátur fyrir, út af því ég fór að þakka fyrir mig svo lengi, og svo bara allt í einu brotnaði bara eitthvað inn í mér, eða brotnaði og opnaðist, og mér er alltaf lýst þessu svona, það var bara eins og að Guð sé mér svona þakklætiskönnu sem hangir yfir öllum, við ætlum að vera með þetta alveg myndrænt.
Og svo þegar þú ert búin að iðka þetta þakklæti og ert farin að lifa þetta einhvern veginn og finna fyrir, kryfja þetta inn í með þér, og þá færðu svona hellir hann úr svona þakklætiskönnunni og það bara svona baðar þig, skilur, og þetta eru allar tilfinningarnar af gleði, allar vafðar inn í eitt. Kærleikur, hamingja, gleði, meiri segja, fyrir mér þá er það eitthvað svona skrítin sorg í því líka. Ég veit ekki hvernig ég á að lýsa því. Ég er svona ennþá að kryfja það sjálfur. En hún er góð. Þetta er bara svona, þakklæti. All wrapped into one. Og einmitt, ég fekk ekki að upplifa það fyrir en, og ég áttaði mig á því hversu brengla hugmynd ég hafði verið með hvað þakklæti var fyrir en ég fekk að upplifa hvað þakklæti í raun og veru er. Það er einmitt það maður, að það er einhvern veginn andlegt lögmál í heiminum að það sem að þú einbeitir þér að, það færðu meira af. Þannig að ef maður er ekki þetta einbeittur af eins og þú veist bara tökum tíðniskala dótið. Ef þú ert rosa einbeittur að því hvað þú getur ekki, hvað þú kannt ekki, hvað þú munt ekki, skilurðu, þá mun alheimurinn bara gefa þér svör við því. En í minni reynslu að það sem ég þakka fyrir, það fæ ég síðan meira af. Og það er bara einhvern veginn, við komum að því núna eftir líka, að ég er búinn að vera að gera research, að það er bara einhvern veginn að það sem þú fókusar á, það færðu meira af. Þetta er hugsanir, sko. Þær eru svo mikilvægar fyrir okkur að við náum, að hafa stjórn á hugsunum er ekki alveg hægt, sko, út af því, en að ná að aftengja sig hugsunum, að ná að fjarlægja sig frá því, sko, út af því ég var svo tengdur að allar hugsanir, það var einhvern veginn ég. Þannig ef ég hugsaði eitthvað ljótt, þá var ég ljótur. Skilju, bara, hvað er að mér? Og, ef ég hugsaði að ég er hræddur við það, þá er ég bara hræddur. Í staðinn fyrir bara eitthvað, ég er hræddur. Við hvað er ég hræddur? Og byrja að kryfja það. Aftengja sig því að þetta sé bara eitthvað lögmál í hausnum á mér. Það er bara allt gilt hér, skilju. Hver einasta hugsun stendur. Hvað meinar það? Ok, ég vil bara I beg to differ. Og þegar maður fór að gera það og fá þessa þess að talar í yfirsýn. Já, mátturinn í núinu eða eitthvað þriðja staða eða hann talar Já, third person perspective. Já, svona kúplaði aðeins frá og farið að sjá hvað er í gangi hérna. Af hverju er þetta að virka svona? Já. Og þá ferðu að ná þessu að fá að vera með val. Þú veist að jógakennarar, þeir kenna þér það, þeir segja sittu núna í indjánastellingu og einbeittu þér að því að þú ætlar ekki að hugsa neitt. Og þeir gera þetta af því þeir vita að þú getur það ekki. Og því fyrr sem þú áttar þig á því að þú getur ekki stjórnað hugsunum þínum, því fyrr sættur þig við flæðið sem er bara að koma, skilur. Og færð þessa yfirsýn og getur þar leiðandi, eins og við talaðum í bæninu okkar áðan, að flokka, leyfa bara Guði að flokka hugsanirnar, skilur. Og ég allan að iðka það þannig, þú veist, að ég stundum ef það kemur eitthvað svona upp og það hræðir mig eða hvað það er, þá hugsa ég oft með sjálfum mig bara, já, nei, ég á þetta ekki, skilur. Og svo ef það kemur eitthvað svona ótrúlega spenna, eitthvað kærleikur, eitthvað ást, skilur, þá bara, já, ég á þetta, skilur. Og þetta, ég man alveg eftir því að maður hafði það svo oft heyrt þetta eins og ég í dag, ef það herjar á mig eitthvað sem er að bögga mig og einhvern veginn ég ranka við mér og ég átta mig á því þetta, oft einhvern veginn læðist þetta aftan af manni og maður er einhvern veginn komin í svona lúpu og allt í henni hrekki upp bara, ég er bara búinn að vera að hugsa eitthvað bull eða bara eitthvað algjört kjaftaði sem er að draga mig niður hérna. Ég tek alltaf bara, Guð, þetta er þitt, bara nú tekur þú þetta og græðir þetta fyrir mig. I'm going about my day, skilur ég bara, takk bara, og ég bara þakka bara fyrir, skilur ég hef ekki áhuga á þessu lengur. Og þegar ég heyrði þetta fyrst, þá var ég bara eitthvað, þetta virkar ekkert svona. Þú gerir þetta ekkert, skilur, hvað meinar, bara eitthvað, töktu hugsuninu mínir, bara, hvað meinar þið? Ég er að fara að hugsa þetta áfram, en það er bara á þessu ferðalegi sem ég hef verið á, og þessi djúpstæði, bara sannleikar sem er innra með mig, þar sem ég veit að það er eitthvað mér aðra sem að vill mér til heilla og heldur utan um mig og passar upp á það að ef ég
held mér við það, að þá mun allt ganga upp hjá mér. Þá mun ég verða, ekki ykkur veraldlegum skilningi, heldur í andlegum skilningi. Þá mun mér líða vel ef ég treysti því fyrir því að það sem ég höndla ekki, það getur Guð tekið við og það sem ég höndla, það mér lagt á mig út af því að Guð sér að treysti mér fyrir því að ég sé tilbúin. Og það bara þegar sá sannleikur komin inn á mig. Það er svo mikið léttir. Já, þá segi ég bara, hei, takk til það. Já. Ég hef ekki á það, ég að gera annað. Einmitt þetta, sko, þetta finnst mér þetta var umturnandi dæmi í bataferlinu. Þú veist að átta sig á því að Guð leggur ekkert á þig sem hann veit að þú getur, þú veist, ekki höndlað. Þú veist að leið og þú áttar þig á þessu bara alveg djúpt inn við beinið, inn í hjartaniðinu, þá færðu svo mikið öryggi. Þú færð bara, þú verður uppfullur af bara já. Ég hef kannski ekki trúað mér í þessu, en stóri gæinn hefur það, skilur. Það allan að uppverfa mig ekkert eðlilega mikið, sko. En ég var sem sagt núna áðan 1. maí að verkalýðsdagurinn og ég fór í Garðabæinn og Garðbæingar eru ekki feimnir við að flagga fánum. Og ég elska íslenska fánan. Íslenski fáninn, fallegasti fáninn. Ég elska hann. Það eitthvað við hennan bláa lit. Já. Það eitthvað við hennan rauða lit. Já. Og það eitthvað við hennan hvíta lit. Red, og síðan var eitthvað sem sagði bara, let's put them all together. Let that man cook, sko. Wow. Þú veist, kross í fáninum, ég dáist að þessu dæmi. Þetta fallegt. En þetta svona gaf mér pínu þema því að við erum með nú erum við komin í dagskrárliðinn, er þetta hátíðni eða er þetta látíðni? Okay. Og þá ætla ég að negla á þig. Íslenski fáninn, er það látíðni eða hátíðni? Okay. Það er hátíðni. Halleluja. Það er já, þú veist, já, fáninn er bara gullfallegur. Liturinn, blái, dökkblái, fer öllum vel. Það er líka bara, sko, ég einhvern veginn bara, það er bara eitthvað við það, þú landið þitt, og þú ert farin að þykja vænt hvaðan þú ert, sko, ef við áttum okkur á lottóinu sem er að vera Íslendingur, bara sorry, en sko, það er eitt að þakka fyrir að vera með þumal, sko, svo getur líka þakka fyrir að fá að vera Íslendingur, út af því að, þú veist, pældi í lottóinu, það er stjarnfræðilegt af öllum stöðum sem maður gat poppað út, skilur, að maður hafi lent hér að fengja að vera uppi árið 2026 sem Íslendingur í bara einhverju háþróasta samfélagi á jörðinni, þar sem að friður ríkir, þar sem að gildin eru að við höldum utan hvort annað, við elskum hvort annað til lífs. Þótt að, þú veist, lítið stundum út fyrir það, þú veist, að fréttirnar séu að vera að einbeita sig að þessu neikvæða sem við tókum svolítið fyrir síðan, skilur, sem ég var bara, ég set spurningamerki við, og það sé bara miklu meiri ást í gangi, að fá að vera Íslendingur, að það sé þjóðernið þitt, og að þvílík gjöf, og veist, bara öryggið sem við fáum að lifa við, bara, og menningin sem að, veist, sem við segja að skorti, en hún er samt, það er mikil menning. Það er rosa mikil menning og á þessum punkti hjá þér, þá langar við að fara í næsta dagskrárlið. Okay. Er það hátíðni eða látíðni íslensk datemenning? Ég er náttúrulega ekki maðurinn til að vera að spyrja þeim, sko. Ég er búinn að vera single í 3 ár, sko. Sko, það sem ég er svona að reyna að imbraða núna, er að það er engin íslensk date. Nei, ég fór eitthvað að hugsa út í, er þetta ekki bara eitthvað hittast niður í bæ og fara að ríða og svo sjáum við til hvort ég nenni að bjóða þér út að borða.
eitthvað skilur, ég veit ekki. Ég var einmitt að ræða þetta daginn, sko. Ég var einmitt að ræða þetta daginn að ég hef aldrei farið á date nema þegar ég er komin í samband. Ég hef gert það. Já. Ég fór alveg herramannsleiðina, sko. Já. Bauð einn á date og fór mér út að borða og kyssti hann ekki einu sinni á fyrsta date, sko. Ok. Ég var alveg bara þar, sko. Var bara en ég held að það hafi líka verið bara, þá var ég uppfullur óta. Þvílíkur herra. Já, ég bara opnaði. Ég var allan tíma bara eitthvað. Ég myndi segja að það væri bara lack of menning. Já. Það er einhver raun og verið engin menning hérna og menningin sem myndi maður segja að væri þá á lágri tíðni, sko. Sem að, þú veist, ef maður ætlaði nú að finna sér maka til framtíðar, að það gangi nú, þú veist, líkurnar á að það gangi upp að hittast hérna á sneplunum niður í bæ, skilu, þú veist, það er í raun og verið kraftaverki. Það er bara eitthvað, við kynntumst bara hérna, hún var bara ælandi hérna og ég var einhvern veginn inn á hinu klóstinu og ég heyrði svo mikið í henni og hérna mér fannst hún eitthvað svo seig að hérna ég tók á mótinu í hurðinni og við ákveðum að fara Svo kemur bara heil ætt. Já. Þessari sögu. Og bara geðið heilnæm og bara já, til í þetta og geðið bara ógeðslega vel í lífinu. En talandi um meiri íslenska menningu, er það hátíðni eða látíðni íslenska sundlaugamenningin? Bara það er önnur íslensk menning. Þetta er ekki, að mér vitandi, þá er þetta ekki mikið gert. Það er einhver svona morfuð útgáfa, eða náttúrulega sánur og eitthvað, en ekki eins og Íslandi. Íslandi bara sundlaugar, sund er bara það er svo gott fyrir því, sko. Og pældi því, svona getur maður verið á móti öllu. Ég talaði um sundlaugar sem þetta væri nú bara laug fulla saur og hlandi, sko. Ég myndi ekki láta sjá mig þarna, sko. Enn og aftur held ég að óttinn hafi ráðið ríkjum þarna. Ég hafi ekki þorað að bara vera að fara allsber inn eða vera að bera ofan, skilur. Það gæti verið, mjög líklega. En já, í dag, ég elska þetta. Og líka kaldapottamenningin sé búin að ryðja sér til rúms hérna. Sánan og allt þetta dæmi, sko. Svo upplifi ég að sko heita pottamenningin á Íslandi er núna í rauninni, og þetta getur verið rangt mál hjá mér, en mér finnst þetta að vera svona eini griðarstaðurinn eftir, þar sem að við getum talað saman um stóru málin á rólegan og yfirvegaðan hátt. Það er alltaf bara í einhverju heitu vatni eða það, skilur, og ég elska gömlu kallana sem eru í sundi og eru að ræða stórumálin, skilur. Og eru einmitt geta verið vinalega ósammála hvorum öðrum, af því það er alltaf bara slakir í heitu vatni, skilur. Það er ekki, maður hittir oft, sko, ég veit samt, ég get nú alveg samt vottað fyrir það að þeir eru nokkrir nokkuð vel gramir í pottinum. Já. Þetta er svo auðvelt að hunsa það, þeir bara þægilegur það. Ég man eftir, ég satt með félaga mínum og það var eitt sem var eitthvað, hann var alltaf já, hvað með þetta og við vorum alltaf eitthvað, við vorum svo slakir á því og við vorum bara eitthvað, já, er það ekki bara í lagi, er hann ekki bara að reyna þessi besta eitthvað, og hann var eitthvað, hann var pirrar á, stóð á endanum upp og frussaði sér út úr sánunni eitthvað, og félaga mín eitthvað, hann var eitthvað bara, sögðu eitthvað, ég sagði bara, gremja náðan. En já, þetta er hámenning, íslensk eðalhámenning. Það er sundið sammála. Mæli með fyrir alla, sko. En þá er önnur íslensk menning. Og núna er náttúrulega demparinn fremri hægra megin hjá mér, hann er gallaður. Þetta er ekki myndlíking, þetta er bókstaflega á bílnum. Já, þetta er bókstaflega á bílnum. Þetta er bókstaflegt. Og þetta hefur látið mig pæla rosa mikið í hólum og öllu slíku. Og það eru hólur út allt. Metaphorically and physically. Þannig að hvort er vegagerðin hátíðni eða látíðni? Ég get ekki farið að laska vegagerðinni, þetta eru bara strákar sem eru að gera sitt allra besta. Ef ég ætti að setja lágmenningu á eitthvað, þá er það gæðin á mölinni. Já, akkurat.
Sko, hver stýrir því, ég veit það ekki. Einhver tók ákvörðun að hérna, einhver staðar heyrði ég þetta, mjög líklega í sundi, sem ég ekki mikið að spá í þessu. Þetta svona, mér líður eins og pabbi minn eða einhver í sundi hafi sagt mér þetta. Hérna, það var einhver sem tók það á sig að hérna, fá lélegri möl eða ódýrari möl. Og það sé ástæðan fyrir að við stöndum frammi fyrir þessu í dag. Að þú sért demparalaus hægra megin. Og hérna, mamma mín gerir ekkert annað en að kvarta yfir hérna, hvað hún skoppar mikið í bílnum. Og hérna, já, og líka, mér finnst líka bara, mér líður bara eins og ef ekkert verður í gert svona eins og verið að gera á hverju ári, veist, vegurinn myndi bara sökka bara, skilju, já, við þurftum að vera bara á, hérna, á lest, skilju. Við þurftum að vera á teinum, taka dekkin af. Þetta er bara svona. Já. Skilju. Þetta er bylgjótt. Maður þarf ekki einu svona að stýra bílnum, maður ferð bara í röttið þitt og svo bara, þetta er ódýra Teslan. Ekkert að frétta þarna. En já, ok, alltaf, ég get fallist á það. Við hefum mikið að laska strákana í vegagerð. Ég er bara pirraður af því að debbara minn er hérna ónýtur. Herri já, sæl og blessuð. Finnbjörn og Daniel úr framtíðinni. Halló. Herðu, þá er fyrsta hlutanum af þessum þætti lokað. Við tókum eftir því að við hérna vildum skipta þessu upp í tvennt og það er næsti hlutin eins og þú ferð út í. Þetta eru litla hérna svakalegar hérna pælingar sem maður búin að fara í og búin að skoða, að fara ítal í og við viljum gefa þessu svolítið tíma. Þannig að endilega fylgist þið með í seinni hlutanum af þessu podcasti. Og við viljum bara þakka fyrir áhorfið og hlustunina og hérna við viljum minna á að þið geti styrkt þáttinn með að kaupa bóli á okkur af Woken og hérna Derhur. Þið finnið það bara á Instagraminu okkar og á socialinu. Hérna, það er eitthvað fleira sem við viljum koma fram með. Já, við erum með hérna menningarþætti, hátíðinni sem eru á YouTube og það er tónlist á leiðinni. Já, tónlist á leiðinni. Við erum búin að taka upp content í kringu það. Það verður ótrúlega spennandi. Það er bara endilega fylgist með og takk fyrir að hlusta og hérna, eins og ég segi, ekki missa seinni hlutunum. Það er mjög skemmtilegt og hérna bara, Guð bless ykkur.